Við ætlum að skoða stikajöfnu fyrir línur og fyrir plön. Við kallum þetta vector parametric equation á ensku. Stikajöfna línu gegnum 0 og vegurinn VAF, punktinn VAF, er x er eftir VAF sinum t. VAF kallast þá stefnuvegur línunar og t kallast stikin. VAF er stefnuvegurinn. Og þetta gildir hvort sem að 0 og VAF-vegurinn er í öðru, er í þriðja eða einhverju öðru er í enda. Nú, VAF er sem sagt að segja okkur eitthvað stefnuna og t má vera hvaða tala sem er. Þannig að fyrir mismunandi t getum við fundið mismunandi punkta á línunni. Skoðum dæmi. Nú, línan okkar á að fara í gegnum 0,0,0 og punktinn 1,2,0. Þá er línan einfaldlega gefin með formúlunni t sinum 1, 2, 0. Og við sjáum sannarlega er 0 á þessari línu. Þannig að við setjum t eftir 0 þá fæ ég 0 vegurinn. Sannarlega er 1, 2, 0 á þessari línu vegna þess að við setjum t eftir 1 þá fæ ég 1, 2, 0 vegurinn. Og til dæmis er líka ef við lætum t vera 2. Þá fæ ég punktinn 2,4,0. Þannig sjáum að greinlega setja hnitið alltaf 0. Þannig að við erum sem sagt í x-sléttunni, í er í þriðja. Þetta er þryggjastaka vegur. Nú, pröfum annað dæmi. Finnum nú stikajöfnu fyrir línu sem fer gegnum punktana 0,1 og 1,2. Við erum sem sagt í x-sléttunni, við erum í er í öðru. Og sér nú erum við ekki með línu sem fer gegnum 0,0. Svo við pröfa að rissa upp mynd af þessu. Nú, línan okkar á að fara gegnum punktinn 0,1, það er hérna þessi punktur, og punktinn 1,2, það er þessi hérna punktur. Þannig að auðveldlega getum við teiknað línu sem fer gegnum þetta. Ég ætla að setja hann aðeins hérna nákvæmar. Það er beina línan sem lítur svona út. Ok, nú kunnum við að finna jöfnu línu. Við sjáum að hallatalan hérna er 1, þannig að ég fer 1 út og 1 upp, þannig að hallatalan er 1. Og svo skurðpunktur við öxluna á hérna í einum, þannig að þetta er plus 1. Þannig að þetta er jöfna línunar. En nú ætlum við að finna stikajöfnu línunar. Nú, það sem við þurfum að finna fyrst er stefnan. Og við sjáum að þetta hér er stefnan. Þessi vegur gefur mér stefnuna. Við gætu þetta líka vel mér vegur sem er í gagnstæða átt. En það skiptir ekki máli hvort ég vel. Þannig segja, ok, hvaða vegur er þetta hérna? Munið það skiptir engu máli hvort hann er þarna staddur í planinu, einhvers annar staðar. En þetta er klálega vegurinn ef við kalla hann VAF hérna. Þetta er vegurinn 1, 1. Því ég fer 1 út á x-ásnum og fer ég 1 út á y-ásnum. Ok, þannig að þetta þarna gefur mér akkurat stefnuna á vegurinnum. Nú, eins og ég sagði áðan, þá getur þessi vegur alveg eins verið hér þegar ég skrifa vegurinn 1, 1. Og ég ætla að segja lína mín er einhver fasti sinnum þessi vegur hérna. Þá er ég að segja, ok, þetta er 1, 1, þetta getur líka verið hérna 1,5, 1,5, því maður kallar með hérna 1,5 hérna fyrir tjeð og þannig getur lengst eins mikið ég vil í þessa átt og svo getur maður kallar mínstölu og fæ ég eitthvað hérna. Þannig að með þessa hérna, ef ég með þetta hérna tjeð sem 1, 1, þá er ég með þessa grænu línu þarna. Tjeð er einhver öndala. Spanið af þessum vigri 1, 1. Nú, þetta er nú reyndar ekki vigurinn sem ég er að leita. Lína sem ég leita, heldur lína sem er samsíðan með hérna fyrir ofan. Og hvað ger ég til að breyta hérna línun í þetta? Og segja, lína mín, bleika línan, hana, hún er t sinum 1, 1 og svo þarf ég að hliðra línun minni hérna upp. Einlega til að gera það er að segja, ég ætla að leggja við einhvern vegur sem að gera það í endi akkur þarna. Þannig að ég ætla að leggja við til dæmis vegurinn 0, 1. Það sé alveg sama hvar ég er á línunni þegar ég legg við vegurinn 0, 1. Þannig að þá hliðrast ég alltaf upp á þessa fjólblá. Frá grænu 0, 1 hérna upp, þá hliðrast ég upp á fjólblá. Þannig að þetta hérna, þessi lína hérna, þetta gefur mér akkurat fjólblá línu sem ég har leitað. Akkurat línu sem fer í gegnum 0, 1 og 1, 2. Ok, takk eftir, þetta hérna gefur mér alltaf stefnuna. Þetta er stefnuvegurinn. Þetta hér aftur á móti er bara einhver punktur á línunni. Og ég hefði getað að nota hvaða punkt sem er. Segjum að ég hefði til dæmis í staðinn fyrir að leggja við 0, 1,
hefði ég lagt við hérna 1, 2. Hvað þýðir það hérna myndrænt? Við erum á grænlínunni, það minnir það er þessi hérna. Svo leggjum við 1, 2, þannig að ég er hérna á grænlínunum minni. Ég fer 1 út og 2 upp. Ég legg við þennan hérna viður. Og segja, ég lendi akkurat á línunni. Ég er hérna, ég fer 1 út og 2 upp. Ég lendi akkurat á línunni minni. Bara hvaða punktur sem er á línunni hérna, myndi skila mér hliðrunni upp. Okay. Þannig að það er ýmsar leiðir til að skrifa þessa línu. Önnur leiði væri að skrifa t sem 1, 1 pluss 1, 2. T er rauntalan. Þetta táknar sömu línu og hérna upp í sveganum. Nú, önnur leið til að hugsa hérna línuna. Sjáum að hérna fundum við formúluna fyrir hvernig þetta er, eins og við erum vön að skrifa þetta, bara í greiningunni. Þá getum við sagt, já, hvað erum við eiginlega að gera? Við erum að hugsa bara hvernig er uppslón miðað við x. Þannig að ef ég segi hérna, þetta er vígurinn hérna x sem á að lýsa hvernig línan er. Þá segir þegar ég fer x á x-ásnum, hvað fer ég þá á uppslónásnum? Þá fer ég x pluss 1 á uppslónásnum. Þá lítur þetta svona út. Þannig að x er einhver breyta þarna. Og segja ef ég umskrifa þetta aðeins, það stendur 1, 1 sinum x pluss 0, 1 og aftur er ég komið með stígaöfnu línu eins og áðan. Við erum alltaf að hugsa, hérna erum við bara að hugsa hvað fyrir við mikið á x-ásnum eða hvað fyrir mikið á uppslónásnum en höfum bara eina breytu til að lýsa því. Ok, þannig að í staðan fyrir að hafa bara jöfnu fyrir hvernig við fyrir gegn 0 og einhver punkt, þá getum við skrifa almennt upp hvernig stígajafna er í gegnum einhverja 2 punkta. Og ég ætla að taka bara dæmi, ég ætla að skrifa setninguna eins og við segjum ég er í þriðja, þetta gildir auðvitað líka í öðrum vitum. Setningin byrjar svona, látum x1, x2, x3 og y1, y2, y3 vera 2 punktar í þriðja og látum x og y vera stöðuvíkur að þessari punkta. Þannig að áðan heldum við þurfum við að vita hvað stöðuvíkur er. Stöðuvíkur punkts, það einhvers punkt sem ég ætla að kalla ABC, er vígur frá 0,0,0 í ABC, sem sagt bara vígurinn ABC. Ok, aftur á setningunni. Við ætlum að hafa þessar 2 stöðuvíra og svo ætlum við að gera ráð fyrir að þetta sé ekki sami vígurinn. Gerum ráð fyrir að x sé ekki jafnt á y. Þá segir setningin, þá er til nákvæmlega ein lína, ég ætla að kalla þessa línu L, sem að inniheldur punktana. Þetta ætla ég að gefa mér svona mengi af punktum. Þetta eru vígurinn x pluss y mínus x, sinnum stíkin mín t og t stíkin einhver rauntala. Þannig að við segjum þetta minna y mínus x til að fá stefnuna. Þannig að ég er með hérna þessi hérna punktur á að vera línunni og þessi hérna punktur á að vera línunni. Svo nú teiknaði hérna með, segjum þetta sé 0,0,0 hérna hjá mér. Þessi 2 punktur eiga að vera línunni. Munurinn á þeim er þessi hér og allt eftir í hvort ég segi y mínus x, x mínus y, þá gefa stefnuna í sikur áttina. Þannig að línan sem fyrir gegn hefur þessa hérna stefnu, þetta er stefnuvíðurinn hérna. Og svo leggjum við 1 punkt á línunni, ég lagði x eða alveg geta lagt við y eða x pluss y eða hvaða annan punkt sem er á línunni. Okay, þannig að hefur við almennt stígajafna plans. Línu. Næsta dagskrá aftur á móti, hvernig stígajafna plans. Nú, við höfum áður séð að við getum rita jöfnu plans á formúlinu ax pluss bi pluss c seta eftir að d. En nú ætlum við að hafa aðra framsetningu á planinu, þess að stígajafnu framsetningu. Nú, við byrjum á að gefa okkur við séum með 3 punkta og svo stöðuvíra þeirra, x, y og z. Þetta eru punktar í r í þriðja, nú erum við bara með r í þriðja. Og við skulum gera ráð fyrir að það liggi heldur ekki allir á einni línu, þessir 3 punktar. Sem sagt, við erum að segja x mínus y og x mínus z er ekki samsíða. Okay, þannig að það er ekki á sömu línu. Þá er til nákvæmlega ein lína sem inniheldur þessa punkta. Afsakið auðvitað eitt plan.
Ég ætla að kalla planið P og svo skrifa ég þetta upp hérna sem mengi af öllum punktunum sem á planinu. Og ég ætla að skrifa að þetta er Z, ég vel mér einna af þessum punktum, pluss S sinnum X mínus Z, pluss T sinnum Y mínus Z. Og T og S eru þá stíkanir núna og allir verið með 2 stíka, þeir eru að finna jöfnu plans. Þannig að þessir 2 vegar hérna, þeir eru að gefa mér stefnuna á planinu, hvernig það hallar. Og svo þessi hér, ég getur sagt að hann hliðrar okkur í akkurat það plan sem hefur þennan halla og fer í gegnum þessa 3 punkta. Þannig að þetta má náttúrulega vera bara hvaða punktu sem er á planinu og þetta þurfa bara að vera 2 vigrar sem er í planinu sem er ekki samsíða. Þannig að það þurfa ekkert endilega að vera X mínus Z og Y mínus Z. Það gæti til dæmis vera Z mínus X og Y mínus X í staðinn. Og þetta hérna mætti vera X, Y eða Z, skiptir engum máli. Við þurfum bara að velja 2 sem er ekki samsíða. Pröfum nú að finna jöfnu plans, stíkajöfnu plans út frá 3 gefnum punktum. Notum okkur þetta. Okkur er gefnir 3 punktar, við ætlum að finna plans fyrir að gegna það. Við segjum stíkajöfnan er til dæmis ég býti stöðuvegur fyrir einna punktunum, ég ætla að velja við þurfum fyrst að finna stefnuna ég býti hérna, ég ætla aðeins að lista punktana líka svona þá eru punktarnir orðnir eins og þeir eru í fyrirlistarglósunum og við skulum finna hérna fyrst hvernig vegurinn frá A til B er og þegar ég finn vegurinn frá A til B þá erum við hérna stöðuvegur A og stöðuvegur B og þá er vegurinn hérna á milli þeirra það myndi þá vera vegurinn B mínus A þannig að þegar ég reyna að finna vegurinn sem er frá A til B þá er ég að finna vegurinn 0, 1, 3, mínus 1, mínus 2, mínus 3. Og svo ætla ég að finna vegurinn frá A til C. Þá segir vegurinn 1, 0, 1, mínus vegurinn stöðuvegur A. Þannig að það er 0, mínus 2 og mínus 2. Sér svona. Þá er ég tilbúin til að skrifa upp stíkajöfnuna. X er eftir á einhver punktur á planinu, til dæmis 101, pluss stíkið minn T, sem er vegurinn mínus 1, mínus 1, 0, pluss stíkið sem ég kalla S, sem er vegurinn 0, mínus 2, mínus 2. Þannig að T og S eru rauntölur. En þessi stíkajöfna inniheldur alla þessa 3 punkta. Nú, við getum auðveldlega gengur skugga að það sé sannarlega rétt. Við getum þess að pröfa lausnin okkar. Og ég segjum, sannarlega er C á línunni. Það er auðveldast að sjá það vegna þess að ég get valið S og T til að vera 0 og þá fæ ég akkurat vegurinn C hérna. Og svo get ég sömulegis sagt, auðvitað er A á línunni. Þannig að ef ég vel mér, látum okkur sjá. Þessi verður alltaf með. Svo segi ég 0 sinnum vegurinn mínus 1, mínus 1, 0. Pluss mínus 1 sinnum vegurinn 0, mínus 2, mínus 2. Og þá fæ ég hérna 1. Svo við erum með 1, mínus 0, pluss 0. Það er 0. Ég er með 0, pluss 0, pluss 2. 2. Með 1, pluss 0. Og mínus 1 sem er mínus 2 eru 2, þannig að ég fæ 3. Og ég skrifaði, sjáðu ég nú skrifaði, ég sagði 1 en skrifaði 0 hérna. Það þetta hérna, efstalínu er 1 og 0 sem er mínus 1 og hérna sem 0. Þannig að þetta verður þetta 1 og ekki 0. Þetta er punkturinn 1, 2, 3 sem var einmitt punktur A. Þetta sé hérna. Punktur A og punkturinn 1, 2, 3. Og punkturinn B, 0, 1, 3, hann er líka á línunni.
Ef ég vel með T sem 1 og S sem -1, þá fæ ég akkurat punktinn 0, 1, 3, það er að segja stöðuvegur þess punkts. Ok, þannig að við getum prófað lausnin okkar þarna. Og við fáum, já, ég er alltaf að segja á línunni, þvílík vitleysa, við vorum að finna jöfnu plans. Þetta eru punktar á planinu okkar, ekki á línunni, byrst afsökunar. Ok, og við erum búin að sjá, við höfum áður talað um að þegar við erum með spanið af svona tveimur vegurum og þá erum við með plan og þá fer planið gegn 0,0,0 vegna þess að ég get valið mér hérna T og S til að vera 0. Og núna erum við hérna með plan sem er sannarlega spanið af þessum tveimur hérna, línuleg samantækt af tveimur vegurum og svo leggjum við eitt vegur hér til að hliðra planinu mínu að það er ekki gegn 0,0,0. Þannig að nú erum við komið með almenna leið til að lýsa hvaða plani sem ég er í þriðja. Okay, svo er hérna hægt að fara, þegar maður þekkir stigajafnuna, þá getur maður skipt yfir í hérna stigajafnun sem þetta form á jöfnunni, þá getur maður skipt yfir í þetta hérna form og öfugt, auðvitað. En við munum sjá miklu betri leið til að finna þessa jöfnu hérna seinna þegar við til dæmis getum fundið normalinn á planið, sem sagt þverill. Við vitum að A, B og C er akkurat þverill á planið okkar. En við skoðum þetta aðeins betur seinna í öðru myndbandi.